15. liður Skipholt 70 breyting á deiliskipulagi, 26. liður Gröndalshús eignarhald og nýting, 34. liður tónlistarskólar langtímaveikindi, 35. liður viðauki við fjárhagsáætlun vegna kjarasamninga og 36. liður viðauki við fjárhagsáætlun vegna endurskoðunar og tekjuáætlun. Til máls tekur áttrættu borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla aðeins að taka hitt í máls varðandi viðauka við fjárhagsáætlun 2015 vegna endurskoðunar og tekjuáætlun og jafnframt viðauka við fjárhagsáætlun 2015 vegna kjarasamninga. Þessir viðaukar eru tilkomnir eins og tillagan ber með sér vegna endurskoðunar annars vegar. Í raun og veru er þetta tilkomið vegna kjarasamninga, hækkunar kjarasamninga. Og hér að ræða nýgerða kjarasamninga við Eflingu stéttarfélag, starfsmannafélag og starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Kostnaður vegna þessara kjarasamninga hefur verið rýndur af borginni, af fjármálsskrifstofu og útgjalda aukin nemur 1170 milljónir krónum á árinu 2015 en uppsöfnuð áhrif 2016 nema alltaf 2,7 milljörðum. Það liggur einnig fyrir kostnaðarmat samninganefndar á samningum við SFR, stéttarfélagi almannaþjónustu, Samiðnar, Rafiðnaðarsambands Íslands, Verkstjórasambands Íslands, Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda í leikskólunum. En þeir hafa ekki verið rýndir til botns en samkvæmt bráðabirgðaáætlun þá nemur kostnaður ársins 2015 af þessum samningunum 450 milljónum króna. En við teljum mikilvægt í meirihlutanum að við samþykkjum annars vegar endurskoðun og tekjuáætluninni sem byggir á að áætlaðar útsvarstekjur hækki 470 milljónir króna og það auðvitað kemur þá til fjármögnunar á þessum hækkunum kjarasamningana og síðan tilgreint í tillögunni hvernig fjármögnun háttað til að mæta þessum launahækkunum. En ánægjulegu fréttirnar í þessu, kannski umfram það að þarna fólk að hljóta kjarabót, auðvitað svo að það gengur mjög vel þessa dagana að ná samningum við hin ýmsu stéttarfélög og þessir samningar raun og veru allir byggðir á þeim grunni sem að samkomulag varð í svokölluðum SALEK-hóp sem svona launa og rýnihópur og efnahagslegar stærðir. Þannig að það svona stefnir í heldur meiri og ekkert heldur meiri, heldur töluvert mikla ró á vinnumarkaði næstu misserin og það auðvitað góða fréttir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá göngum við til atkvæða þau mál sem koma úr borgarráði. Borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Og setja ég aðeins að minnast á tvö mál sem voru til afgreiðslu í borgarráði undir þessari fundargerð, það er mál nr. 15 og 26. Annars vegar það mál sem varðar Skipholt 70, þar sem borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn þeirri tillögu að breytingum á deiliskipulagi og greiddu með sama hætti borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði. Ég ætla ekki að hafa neins sérstök orð þetta. Þetta eru bókanir sem þarna liggja fyrir. Ég vil vekja athygli á því að bókun Sjálfstæðisflokksins var lögð fram fyrr á undan bókun meirihlutans sem kemur sem svarbókun, þannig að þetta snýrist við í fundargerðinni en rétt í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig ég óska eftir okkar bókun verði færð aftur í fundargerð borgarstjórnar.
Þannig að ekki kannski mikið meir það nema einhverju vilja tjá sig sérstaklega þetta tiltekna mál varðandi 26 sem Gröndalshúsið. Þá vil ég svona aðeins fara orðum það. Það var gert upp af verkefni sem hét Völundarverk og var mjög mikilvægt verkefni á þeim tíma og mér finnst rétt að halda því til haga. Við hins vegar sjáum það hvað gert hefur verið vel við þetta hús og hvað það fer vel á þeim stað sem það er. Það stendur nokkuð hærra en það gerði upprunalega og svona heldur glæsilegt, en þótti nú alltaf heldur lítið og ekkert sérstaklega glæsilegt, þó það væri nokkuð merkilegt og auðvitað mjög merkileg saga þess. Bjarnsteinn Gröndal bjó þarna í þessu húsi nokkuð hluta ævi sinnar. Hann reyndar byggði það ekki en hann bjó þarna og var alltaf ósáttur við það hvernig byggðin þróaðist í kringum húsið fyrir framan það eiginlega, því hann átti ágætan garð þar fyrir framan það sem nú standa stór steinhús. Þannig að það kannski bara fer vel á að færa það þangað þar sem það hefur meira frelsi og það bara ágætt mál. Ég hins vegar verð að segja að það svona í mínum huga og okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins engin sérstök ástæða, engin brennandi ástæða fyrir Reykjavíkurborg að halda utan þetta hús eða eiga þetta hús eða reyna að finna því eitthvað tilgang, því það nú svona verið það sem hefur verið að gerast að undanförnu að það hefur verið að leita að verkefnum sem að helst henta í þetta hús og svona reyna að færa til svolítið bókhaldið til þess að það geti staðið undir því sem talist getur kannski eðlileg leiga. Það verður, ég ætla að lesa stutta bókun við þennan lið og hún svona, með leyfi forseta. Völundarverk var samvinnuverkefni Reykjavíkurborgar, Vinnumálastofnunar, Minjasafns Reykjavíkur og Iðunnar fræðsluseturs. Megin tilgangurinn var að bæta þekkingu og viðhaldi og endurgerð sögufrægra gamalla húsa. Endurgerð Gröndalshús var unnin í því samvinnuverkefni. Byggt var á reynslu annarra þjóða og leita fyrirmyndar í svokölluðu Hallander-verkefni í Svíþjóð sem byggði á einkunnarorðunum bjarga störfum, bjarga handverki, bjarga húsum. Ekki hins vegar sérstök ástæða til þess fyrir Reykjavíkurborg að eiga þetta hús. Borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar varðandi bókanir í tengslum við Skipholt 70 þá óska ég eftir því að bókun meirihlutans í því máli verði farið inn í samræmi við bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hvort sem að það nú undan eða eftir, það breytir ekki öllu. Varðandi Gröndalshús þá nú reyndar sú fullyrðing borgarfulltrúans Júlíus Víðir Ingvarssonar að það hefði staðið yfir einhvers konar leit að hlutverki fyrir húsið ekki rétt, því að það hefur nú verið þannig að gríðar margar hugmyndir hafa komið notkun á þessu húsi. Sú hins vegar tillaga sem að kom frá menningar- og ferðamálaráði og mér skilst nú að hafa verið nokkuð sátt í ráðinu, þar sem að reynda borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson situr, að hýsa þarna bókmenntaborgina Reykjavík, bókmenntaborg UNESCO í Reykjavík og gera þetta að svona bókmenntahúsi í einhvern tíma í það minnsta. Ég held að svo hugmynd hafi nú almennt fengið ansi gott, hafi fengið svona byr undir bóðvængi og flestir séu mjög sáttir við það. Fjármögnun auðvitað þannig að það gerður að hluta samningur við einkaaðila sem að fara að nýta sér merki bókmenntaborgarinnar og greiðir fyrir það styrk sem að eru notaðir í rekstur hússins. Varðandi Völundarverkið og uppbygginguna á húsinu þá það auðvitað þannig að Völundarverkið var eflaust mikilvægt verkefni, hér sett á stað í kjölfar hrunsins og það sem mikið af handverksmönnum og smiðum eru án atvinnu. Ég held að þetta sé besta mál og þetta var síðan að endurgera húsið á endanum til þess horfs sem það núna
af öðrum aðilum og húsið auðvitað mjög vel uppgert. Það ákveðin auðvitað, það má segja, það verið svona tvíverknaður ákveðin í gangi og auðvitað er það þannig að sem sagt sá kostnaður sem fellur til á þetta hús auðvitað gríðarlegur meðal annars vegna þess og það má spyrja sig hvort að það var rétt að eggfæra þetta völundarverksverkefni eða hvað, það er bókhaldslegt. En sú niðurstaða að koma þarna fyrir að gera þarna hús bókmenntanna í Gröndalshúsi, það er afskaplega viðeigandi og ég er bara mjög spenntur fyrir og hlakka til að sjá hvernig sú starfsemi mun dafna á næstu misserum. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúinn óskað til að taka til máls. Nei. Var hann ekki með ræðu? Hann hélt ræðu hér, jú. Já, ég var með hans. Fína ræður. Borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Það er ágætt að fólk gefur merki. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. En forsetinn voru gert. Forseti, ég kem hérna bara upp til þess að svona aðeins að íta á eftir því sem að borgarfulltrúinn var að segja varðandi það hvað getur verið í húsinu. Það er æði margt skemmtilegt sem getur verið í húsinu og ég hef verið að taka undir ýmsar ágætar hugmyndir hvað það varðar. Mest og best þætti mér náttúrulega að húsið hefði eitthvað menningarlegt gildi, það væri áhugavert og gott. Mér finnst líka mjög áhugavert ef húsið geti bara orðið að íbúðarhúsi og þá getum við í umhverfis- og skipulagsráði kannski farið yfir það að það verið gerð ákveðin lóð þarna í kringum það sem er ekki í dag og það er alveg nóg pláss til þess og geti bara orðið mjög fínt. Það mætti þess vegna, ef að menn hafa áhuga á því að selja húsið með þeim skilyrðum, það mætti skilyrða söluna við það að þetta væri íbúðarhús og þetta væri ekki gistuhús, þetta væri ekki til skammtíma útleigu og svo framvegis. Það kemur allt í greina í þeim efnum að mínu mati að menn vilja selja með þeim hætti. Reykjavíkurborg á ekkert í Grjótaþorpinu og samt gengur það nú bara ágætlega og ég sé ekki að það sé bara skilyrði fyrir því að húsum verði viðhaldið eða verkum verði lokið að Reykjavíkurborg eigi þau eitthvað sérstaklega og það sé neitt sérstaklega betra. Nú svo getur verið að fyrirtæki eins og borgarfulltrúinn nefndi og ég hef haft upplýsingar hafi gaman að því að koma þarna að þessu og standa vel með Reykjavíkurborg einhverju verkefnum en getum við ekki alveg eins ætlast til þess eða vænst þess að þessi sömu fyrirtæki vilji bara koma að þessu á eigin vegum og vilji þá eignast húsið eða þá leigja það af einhverjum öðrum heldur en Reykjavíkurborg. Það er til dæmis ágætt að selja eignir með föstum leigusamningum, það er einhver verðgildi þeirra. Þannig að það er margt sem að kemur til greina og nú þegar við erum að leggja fram lista yfir alveg helling af eignum sem við viljum selja, þá svona veltum að því fyrir sér en af hverju setjum við punktinn aftan við þann lista áður en kemur að Gröndalshúsunum. Á það ekki bara vera með í þeim lista og vera til sölu við erum með sér búin að auglýsa til sölu eða opna fyrir það að menn geri tilboð í og síni áhuga á því að kaupa bílastæðikjallarann í Ráðhúsinu. Er þá eitthvað fjarlægur að selja fallegt timburhús í Grjótaþorpinu? Það held ég ekki. Borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá er andsvarum lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þá göngum við til, áður en við göngum til atkvæða þau mál sem að hér liggja fyrir, að þá ætla forseti að leiðrétta niðurstöðu síðustu kosningar. Tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 5. janúar næstkomandi var felld með 4 atkvæðum gegn 11 að mig minnir. Þannig að fundur borgarstjórnar 5. janúar verður haldinn. Þá göngum við til atkvæða 15. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. desember skiphald 70. Þau sem samþykkja það gefi merki. Skiphald 70. Þau sem á móti kunna vera. Má ég biðja borgarfulltrúum að greiða hér atkvæði. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Göngum við til atkvæðum 26. lið Gröndalshús. Þau sem á samþykkja þá tillögu gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það 34. liður tónlistarskóla, langtímaveikindi. Þau sem samþykkja það gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum
og 6 hjásetum. Þá er það 35. liður viðauki við fjárhagsáætlun vegna kjarasamninga. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera samþykkt með 9 atkvæðum. Og 36. liður viðauki við fjárhagsáætlun vegna endurskoðunar og tekjuáætlun. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er gengið til 7. liður útsendri dagskrá sem er fundargerð mannréttindaráðs frá 8. desember, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 7. desember, með fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 30. nóvember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. desember, fundargerð velferðarráðs frá 3. desember. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá er umræðu lokið. Þá er ekkert eftir annað en að ganga frá bókunum og við gerum 2 mínútna hlé á fundi.